Ágætu bæjarfulltrúar, gestir og þið sem að heima sitjið. 584. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi Hljómahöll 17. mars 2020 er nú settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Friðjón Einarsson, Eydís Hensi Pétursdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Díana Hilmarsdóttir, Guðbrandur Einarsson, Margrét Þórarinsdóttir, Baldur Guðmundsson, Gunnar Þórarinsson, Anna Sigríður Jóhannesdóttir og Andri Örn Víðursson og sá sem hér stendur Jóhann Friðrik Friðriksson ásamt bæjarstjóra Kjartani Má Kjartansinni. Á dagskráni eru 9 mál, fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. mars 2020, fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. mars 2020, fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 4. mars 2020, fundargerð fræðsluráðs frá 7. mars 2020, fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 10. mars 2020, fundargerð lýðheilsuráðs frá 11. mars 2020, fundargerð velferðarráðs frá 11. mars 2020, fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 12. mars 2020 og 9. liðurinn jafnframt sá síðasti er húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar sem hér kemur fyrir bæjarstjórn til fyrri umræðu. Við vindum okkur í dagskrána og fyrst á dagskráni eru fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. mars 2020 og í ljósi aðstæðna ætla ég að leyfa mér að gera þá tillögu hér á fundinum að við förum yfir fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. mars 2020. Næst mun bæjarstjóri fara yfir málana fyrir okkur og í framhaldi verður þá sérstök umræða þá sem á okkur steðjar núna, svo kallar COVID-19 veiru og þau viðbrögð sem við okkur blasa hér í samfélaginu. Þannig að orðið er laust varðandi fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. mars. Baldur Guðmundsson hefur kvassið hljóðskið svo vel Baldur, velkomin í pontu. Já, virðulegi forseti, góði bæjarfulltrúar og gestur og þeir sem eru heima. Það er þess að forvitnast eitt mál í fundargerð bæjarráðs frá 5. mars 1259. Það er varðandi húsnæðismál SSS, 7. liður og þar kemur fram sem þetta að meirihluti bæjarráðs samþykkir að veita einfalt ábyrgð gagnvart láni og ég kannski ætla ekki að fara að setja mig á móti láninu sem slíku, heldur er ég að velta fyrir mér hvort að það hefur verið búið að fara yfir þessi húsnæðismál SSS heilt yfir. Ég man bara eftir einhverjum 2 minnisblöðum sem snúa bara að því að breyta leigunni yfir í það að kaupa þetta húsnæði, ákveðna húsnæði. Mér finnst svona málatilbúnaður mjög sérstakur, þannig að ef einhver getur svona rammað þetta inn fyrir mig í stuttu máli þá væri það vel þegið. Takk. Já, orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur kvassið hljóðs. Gerðu svo vel Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hvað var þetta sérstaka mál sem bæjarfulltrúi Baldur var að nefna hérna? Þá hefur verið búið vinni þessu núna á annað ár. Húsnæði hefur farið á milli eiganda núna. Þetta er 3. eigandinn á skömmum tíma. Sambandinu hefur áður verið boðið húsi til kaups en ekki orðið að því. Sambandið hefur líka verið óskað eftir því að sambandið gerir langan leigusamning. En þegar menn fóru að skoða þetta, það er að segja undir stjórn framkvæmdastjóra sambandsins, að þá lögðu menn til að besta lausnin væri að því ekki var hugmyndur að flytja sambandið eitt eða neitt og ekki sýnilegt hentut húsnæði. Þau eru ánum húsnæðið og það er nýbúið að sameina alla þætti starfsins á eitt stað þannig að
framkvæmdastjóri sambandsins óskaði eftir heimild sveitarfélagana að kaupa húsnæðið. Kostnaðurinn mun minni heldur en leigan og það ástæðan fyrir því að meirihluti bæjarráðs samþykkti að veita einfalda ábyrgð á láninu og í framhaldi mun sambandið kaupa húsnæðið. Þetta var talin besta lausnin. Við sáum til að mynda ekki að það veri ekki heppilegt á okkar mati að sambandið færi annað innan svæðisins. Ásbrú vaxandi samfélag og við töldum það væri mjög gott að þeir væru þar áfram. Þess vegna samþykktum við þetta. Því að ég nú komin inn upp í pontu þá langar mig kannski aðeins að nefna nokkur önnur mál. Fyrsta mál Víkingaheimar en það ánægilegt til þess að vita að hafnar eru viðræður við núverandi leigutaka málið og það í vinnslu undir forystu bæjarstjóra og vonandi gengur það vel saman upp. Ég vil nefna sérstaklega þriðja lið sem neyðarstjórn Reykjanesbæjar en það er tillaga bæjarstjóra að skipa neyðarstjórn Reykjanesbæjar var samþykkt á þessu fundi og vil ég bara hrósa bæjarstjóra Kjartani fyrir þessa tillögu. Þetta var tímabært og kannski hefðu einhverjir af okkur átt að koma með þessa tillögu fyrr en ég vil hrósa bæjarstjóra fyrir þessa tillögu og það svo sýnt sig svo sannarlega á síðustu dögum að þessi neyðarstjórn hefur svo sannarlega sýnt gildi sitt og ég mjög stoltur og reikinn af starfsfólki okkar sem staðið sig alveg frábærlega í þessum ólgu tímum og mjög gott að þessi tillaga kom fram og hún samþykkt af öllum. Annars kannski sem ég vildi fara að nefna er húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar sem kemur til afgreiðslu síðar í dag. Engar athugasemdir komu fram nema smá orðalagsbreytingar sem hefur verið lagfært. Í bæjarráði 12. mars síðastliðinn voru margilegur dagskrá og þar meðal annars kynnti Guðlaugur Sigurjónsson sviðsstjóri umhverfissviðs fyrir okkur þær skemmdir sem urðu á sjóvarnar og hafnargörnum Reykjanesbæjar í óveðrinu sem gekk yfir í febrúar. Þetta eru umtalsverðar skemmdir, þetta hleypur á tugum milljóna og við fengum skýrslur það og myndir, virkilega góða yfirferð á verkefninu og ljóst að við þurfum að gera umtalsvert til að laga þessa sjóvarnargarða. En það þá í könnun hvernig best verið að fjármagna hvort að Vegagerð eða sjóðir aðrir komi að þessu verkefni. Á sama fundi var kynnt framvinduskýrsla vegna Stapaskóla og þar mættu Jón Ólafur frá VFSB verkfræðistofu og Viggo Magnússon frá Arkís arkitektum. Og menn eru mjög bjartsýnir á það að skólahald hefjist á réttum tíma þó að sé umtalsverð seinkun á framkvæmdum, sérstaklega á hluta af byggingunni en það ekki að tefja það að skólinn taki ekki til starfa á réttum tíma. Það var gaman að sjá vinnubrögðin þessar aðila, skýrslan þeirra, framvindu skýrslan, rakið verkefni dag frá degi, nákvæmlega hvað verið að gera og hvernig og hvers vegna og þetta eru virkilega fínar upplýsingar sem bæjarráð fær sem jú byggingarnefnd þessa verkefnis. Já, orðið laust fundargerðir bæjarráðs. Ef það ekki fleiri bæjarfulltrúar sem að vilja kveða sér hljóðs þá ætla ég að gefa bæjarstjóra Kjartan Má Kjartansinni orðið. Gjörðu svo vel, bæjarstjóri. Forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að þakka fyrir hlý orð í garð okkar sem að störfum í neyðarstjórn Reykjanesbæjar. En eins og kom fram hjá formanni bæjarráðs hér áðan og þá var hún skipuð samþykkt í bæjarráði fyrir tæpum 2 vikum. Tók strax til starfa og hefur fundað daglega síðan hún hóf störf og veitir ekki af
það var aðeins einn fundur sem að fór fram svona með venjulegu sniði þar sem fólk hittist, en síðan þá hafa fundir farið fram á netinu í fjarfundabúnaði sem að við höfum yfir að ráða og hefur gefist ákaflega vel, og það er svona gaman að fylgjast með því hvernig þetta ástand sem að nú ríkir er svona að hálfpartinn að neyða fólk til þess að taka upp ný vinnubrögð, og ég held að ef að kemur eitthvað gott út úr þessu öllu saman á endanum sem að við vonumst náttúrulega til, þá sé það eitt af því að fólk hefur orðið einhvern veginn að bregðast við með nýju verklagi og nýjum starfsháttum. En það er búið að grípa til margs konar aðgerða, og ég ætla með leyfi forseta að fara bara yfir hérna samantekt, lesa hana bara fyrir ykkur eins og hún kemur fyrir, svo að þetta er bara staðan eins og hún var á hádegi í dag, og eru bara svona punktar sem að ég held að sé ágætt að við eigum líka bara á bandi. Í dag er 17. mars og það er ágætt að sjá svo hvernig málin munu þróast. En Reykjanesbær hefur gripið til margvíslegra ráðstafana í kjölfar neyðarstigs almannavarna vegna COVID-19 veirufaraldar. Sett hefur verið á stofn neyðarstjórn sem fundar nú daglega í kjölfar upplýsingafundar almannavarna og sóttvarnalæknis og gerir ráðstafanir í samræmi við tilmæli þeirra hverju sinni. Viðbragðsáætlun hefur verið virkjuð og send öllum starfsmönnum Reykjanesbæjar með hvatningu í að fara eftir henni í einu og öllu. Markmið áætlunarinnar er að stuðla öryggi starfsmanna og lágmarka áhrifi inflúensufaraldursins á rekstur sveitarfélagsins. Nú ef við byrjum á að skoða þær aðgerðir sem að velferðarsvið Reykjanesbæjar hefur gripið til, að þá er megináhersla velferðarsviðs að halda uppi órofa starfsemi eins lengi og hægt er með sérstakri áherslu á viðkvæmustu hópana, þar með talið börn og fjölskyldur, fatlað fólk, aldraða og þá sem búa einir. Og starfsemi velferðarsviðs í Ráðhúsinu, það eru 4 starfsmenn sem vinna í fjarvinnslu heiman frá sér. Barnavernd er þeim starfsmennum er skipt niður í 2 teymi og eru staðsett á sitt hvorri hæðinni í Ráðhúsinu. Starfsmenn fjölskylduþjónustu hafa verið færðir til á skrifstofu, eru einir á skrifstofu, en á stærri skrifstofunni eru 2 starfsmenn en með meira en 2 metra á milli. Starfsmenn taka símaviðtöl og sinna tölvusamskipti við viðskiptavini. Starfsmenn munu draga verulega úr viðtölum á skrifstofu Ráðhússins. Starfsmenn munu þurfa í undantekningartilfellum að taka viðtöl þar, annars fara þær á heimili viðskiptavina og eða taka viðtöl við börn í skólum. Búið er að skilgreina verkefni sem ekki geta fallið niður og eru komnir ábyrgðarmenn á þau verkefni og staðgenglar þeirra ábyrgðarmanna ef skekkin að þeir ábyrgðarmenn veikist eða þurfi frá að hverfa. Nú í Björginni hefur verið lokað, starfsmenn sinna þjónustu í gegnum síma og tölvupósta. Hringt verður í þá notendur sem eiga bóku viðtöl hjá ráðgjaf og þeim boðið upp á símaviðtal. Starfsmenn munu fara á heimili fólks og taka viðtöl í undantekningartilfellum. Starfsmenn skipta vinnurýmin á milli sín og leggja áherslu á 2 metra bil á milli sín. Í hæfingarstöðinni og Ásbrú, þar er skert þjónusta á meðan að neyðaráætlun vegna COVID-19 er í gildi og beiðnum þjónustu forgangsraða eftir þörfum og aðstæðum þjónustunotenda hverju sinni. Þjónustunotendur sem að taldir eru í áhættuhóp eru hvattir til að halda sig heima fyrir. Þeir þjónustunotendur sem ekki eru taldir í áhættuhóp og búa í heimahúsum eru að mæta í einhverju mæli en mjög takmarkaður fjöldi í einu. Þjónustunotendum sem þurfa mikla þjónustu til dæmis við athafnir daglegs lífs og eru ekki með búsetu þjónustu er að fá þjónustu heima fyrir frá starfsfólki hæfingarstöðvarinnar eftir þörfum. Þessi starfsmennir sem að þekkja vel til einstaklingarna, þeir sinna þeim heima hjá sér eða heima hjá einstaklingunum í staðinn. Nú dagdvalir, aldraðra dagdvölin á Nesvöllum er opin en með skerta starfsemi. Þjónustunotendur mæta hálfan daginn í dagdvölina þá daga sem þeir mæta venjulega allan daginn eða gerðu.
Þjónustunotendum því skipt í 2 hópa, annar kemur fyrir hádegi og hinn eftir hádegi og húsnæði þrifið á milli hópa. Selið sem hinn dagdvölin með óskerta starfsemi eins og Verið að skoða þörf og þjónustu heim í þeim tilfellum sem að notendur sækja ekki í dagdvalir, meðal annars með heimsendingu matar, lyfjagjafir og félagslega aðstoð. Heimaþjónusta velferðarsviðs, enn sem komið eru allir að fá þjónustu sem þurfa, en þegar við komum til með að þurfa forgangsraða verður haft samband við alla hlut að eigandi og þjónustu þegar forgangsraðað. Morgunfundir starfsmanna hafa verið aflagður tímabundið. Mat og þjónustuþörf heldur áfram og verður forgangsraðað það sem brýnast Heimsending matar fellur ekki niður. Matur keyptur frá Hrafnistu á Nesvöllum og ferðaþjónusta Reykjanes keyrir heim. Varðandi búsetuúrræði. Í búsetukjörnum fatlaðra mikilvægt að halda út í þjónustu sem lengst. Þar lögð áhersla á að takmarka heimsóknir og samskipti starfsmanna milli vakta og mikil áhersla lögð á að gæta hreinlæti og þrifi milli vakta. Í öllum tilvikum lögð áhersla á að vinna samkvæmt leiðbeiningum almannavarna og embætti landlæknis. Þetta var velferðarsvið. Þá það fræðslusvið, fyrst grunnskólana. Allir skólar hafa sett upp skipulag út frá tilmælum almannavarna. Það að tryggja að ekki séu fleiri en 20 nemendur í sömu kennslustofu og nemendurnir blandist ekki milli hópa, svo sem í mötuneyti eða frímínútum. Eins hefur verið útbúið skipulag vegna þrifa eða sótthreinsunar í skólabyggingum eftir hver dag. Eitt af markmiðum með að halda skólastarfi í samkomubanni með þeim takmarkunum sem nauðsynlegar eru að færa nemendum daglega rútínu sem hjálpi til aukinar virkni í að byggja upp jákvæða lífsaðstæður í kringu nemendur meðan á þessum óvissu tíma stendur. Nánari útfærslu að finna á heimasíðum hvers skóla. Helstu atriði samt varðandi grunnskólana að reynt að hafa svipa fyrirkomulag í öllum skólum, en þó með tilliti til mannauðs og rýmis. Nemendur í 1. til 7. og einhverju tilfellu 7. bekk annarhver dag í skólanum. Nemendur á unglingastigi sinna námi sínu heima með aðstoð kennara í gegnum tæknina. Skipulag komið fyrir þessa viku sem verður endurskoðað reglulega og aðlagað aðstæðum hverju sinni. Nemendur á unglingastigi fá námsefni og leiðbeiningar frá kennurum og umsjónarkennarar koma til með að vera í persónulegum samskiptum við nemendur að einhverju leyti. Skólunum hefur verið skipt upp í sóttvarnarými, reynt að draga úr samskiptum milli rýma og hafa að minnsta kosti 2 metra á milli fólks sem vinnur ekki saman í rými. Reynt að skipuleggja þannig að systkini komi í skólan sömu daga ef því verður við komið. Gestakomur í skólana eru óheimilar og foreldrar eða aðrir gestir koma ekki inn í byggingar þau kveðja börn sín við útlitir. Matseðill frá skólamat hefur verið einfaldaður og hann afgreiddur inn í skólastofur. Þeir sem eru skráðir í frístund og eru í 1. og 2. bekk geta dvalið þar til klukkan 3 þá daga sem þeir eru í skólanum og valgreinar falla niður. Leikskóla segir hér. Vegna þessara stöðu sem uppi komi munum við nauðsynlega þurfa að skerða viðveru barna í leikskólum. Nánar upplýsingar og starfsemi hvers leikskóla að finna á heimasíðu þeirra. Og viðmiðin eru eftirfarandi. Helmingur barna verður samtímis í leikskólanum og systkini fylgjast að. Helmingur starfsfólks mætir á sama tíma og fylgir viðkomandi barnahópi. Opnunartími verður frá 7:30, 7:45 og lokunartími klukkan 15 eða 15:15 af því að það þarf að sótthreinsa og það eru aukin ræsting í skólunum og ræstiverðingar þurfa lengri tíma. Þess vegna hættu við aðeins fyrir. Hvert barn mun fá skerta dvöl í leikskólum. Hvert barn mætir annarhvern dag eða 2 daga aðra vikuna og 3 hinna. Aðgengi foreldra inn í leikskólum verður mjög takmarkað. Foreldrar hafa einungis aðkomu í fataherbyggi leikskóla og staldra þar við stutt og mögulegt án þess þó að valda barni sínu streitu. Miðað við einungis fáir foreldrar sig í fataherbyggi einu og aðeins einn aðili frá hverju barni. Foreldrar eru beðnir að snerta ekki hluti í fataherbyggi óþörfu og helst ekki annað en fatahól síns barns og eigur þess. Foreldrar eiga að tæma hólf barna sinna daglega. Foreldrar gæti fyllsta hreinlætis hvað varðar fatnað barna bæði inni og úti fatnað, enda liggja fatahól þétt saman.
Þetta á einnig við aðrar eigur barna. Finni foreldri fyrir flensueinkennum það beðið að koma ekki inn í leikskólan og hafi börn flensueinkenni svo sem kvef eru foreldrar beðnir að halda þeim heima. Það hér sérkafli Tjarnasel, bara östugt. Starfsmaður á Tjarnaseli var greindur með COVID-19 veiruna síðustu helgi. Allt starfsfólk leikskólan sem kom í sóttkví og einnig þau börn sem mætt voru föstudaginn 13. mars og eru á tveimur elstu deildunum. Börn sem ekki voru mætt þennan dag og börn á tveimur yngri deildum eru ekki í sóttkví. Leikskólinn opnar aftur mánudaginn 30. mars. Tónlistarskólinn, tónfundir og tónleikar falla niður, hóptímar, tónfræðigreinar, hljómsveitaæfingar, samspilsæfingar, opna söngdeildi, lestratíma söngdeilda og hóptíma Suzuki-deildar falla niður. Æfingar bjöllukós falla niður og tekið verður mið af fyrirmælum 2 metra á milli fólks og hvatt til handþvottar. Fjörheimar eru lokaðar á meðan á samkomubanni stendur. Íþrótt- og tómstundastarf, það hafa komið tilmæli frá ISÍ að engar æfingar verði til 23. mars. Líklega munu flest félög fylgja þeim tillögum, höfum ekki heyrt frá þeim öllum en líklega munu flest fylgja þeim. Við erum að gera ráð fyrir því. Starfsemi fræðslusviðs í Ráðhúsinu. Starfsfólk hvatt til fjarvinnu. Starfsfólki skipt upp í 2 hópa, A og B, sem hafa aðgengi að Ráðhúsinu ólíka daga og við nýtum tæknina til fjarfunda. Áhersla á að þjónusta flest erindi í gegnum síma og eða tölvu. Heimsóknir í skóla falla niður þessar vikur. Starfsmenn verða aðgengilegir með öðrum hætti og leggja áherslu á fjarfundi til að veita þjónustu. Ekki gert ráð fyrir inntökufundum fyrst sinn, ef til þeirra kemur verður það gert með fjarfundum. Það í boði að taka teymisfundi í skólum og þá í gegnum fjarfundabúnað. Skoða hvort hægt sé að sinna athuganir með fjarlausnum og viðtöl. Þjónusta við nemendur fjölbrautaskólans, það boðið upp á símaviðtöl við nemendur í þjónustu og ráðgjöf til skóla, það gert með því að leggja áherslu á aðgengi í gegnum fjarfundi. Þá var það skrifstofa stjórnsýslu. Starfsfólk sem getur unnið heiman eða verið heima og unnið þaðan hvatt til þess að gera það og það eru fjölmargir að græja sig upp í það. Mannastöld skiptir með þessum dögum og þau mæta annað hver dag til skiptis, starfsmenn mannastölda sem eru 2 og vinna heima hinn. Skjaladeild skiptir einnig með þessum dögum og hittist ekki á milli. Þá hefur sú deild komið upp kerfið þar sem skjölum komið fyrir í þartilgerðum bakka til að minnka samgang milli deilda. Þjónustuver hefur skipt upp starfsstöðum svo starfsmenn hittist ekki og þjónusta þess falli ekki niður ef upp kemur smitið á sóttkví. Takmarkuð þjónusta í þjónustuveri og ekki opið fyrir fólk að koma inn í Ráðhúsið á götunni nema það eigi þá fyrirfram bókaðan tíma. Áhersla verður á þjónustu íbúa í gegnum síma, tölvupóst og netspjall. Og notendaþjónusta upplýsingatækninar, við erum að leita leiða til að fjölga starfsmönnum í notendaþjónustu til að mæta álagi vegna fjarvinnu starfsmanna. Það tengist því sem ég sagði áðan að það eru margir að græja sig upp heima til þess að geta sinnt störfum heima. Aðrar starfstöðvar verða aðlagaðar svo 2 metrar séu á milli þeirra og starfsfólk sem barnshafandi og í áhættu hóp gert kleift að vera heima. Fjármálaskrifstofan. Launadeild, gerðar hafa verið ráðstafanir í launadeild þannig að deildastjóri og sérfræðingar eru aldrei á sama tíma í Ráðhúsinu. Starfsfólk sem getur unnið heima hvatt til þess eins og við verður komið. Það verið útbúið heimalaust fyrir gjaldkera og varagjaldkera fjármálaskrifstofunar. Starfsstöðvar eru aðlagaðar með 2 metra millibili og starfsfólk hvatt til að nýta Skype og tölvupóst til samskipta og starfsfólki áhættu hóp gert kleift að vera heima. Súluna segir hér, starfsstöðvar aðlagaðar svo 2 metrar séu á milli. Við erum ekki að boða fólk til okkar á fundi eða mæta á fundinum að brýna nauðsyn beri til. Starfsfólk sem í áhættu hóp gert kleift að vera heima. Bókasafni hefur verið lokað frá og með 16. mars. Dússafnahús eru opin og farið eftir tilmælum almannavarnum að gestir fari ekki yfir 100 og að séu þó 2 metrar á milli gesta. Hljómahöll og rocksafnið er opið og farið eftir tilmælum almannavarna. Og súlan að leita leiða til þess að nýta rafræna miðlun
til að miðla menningu á meðan á samgöngubanni stendur, og þetta verður spennandi að sjá hvernig þetta tengist meðan annars listaverkasafni Reykjanesbæjar og byggðasafninu og fleiri. Þau eru mjög skapandi starfsmenn þar að leita leiða til þess að miðla menningu á meðan á þessu samgöngubanni stendur. Nú umhverfisvið, lágmarksmönnun er í umhverfismiðstöð og fólk kalla til eftir þörfum. Reykjaneshöfn, hafnsögumenn á langri vakt, þeir eru 2 á vakt, annar á svo kallari langri vakt og annar á styttri í einu. Hafnsögumar á langri vakt hefur viðveru á vinnustað og sinnir þeim þörfum sem kallað er eftir. Hafnsögumar sem er á styttri vakt hefur viðveru heima en er tilbúin til þess að mæta til vinnu þegar þessi er óskað af stjórnendum. Hafnsögumar á frívakt er í óbreyttri stöðu. Aðrir starfsmenn hafa óbreytta viðveru og sinna þeim störfum sem þeim ber, og vinnurými hafnarskrifstofu hefur verið lokað fyrir öðrum en starfsmönnum og þeim sem hafnarstjóri heimilar aðgang. Öðrum, hvort sem það eru viðskiptavinir, vinir eða fjölskyldumeðlimir, er ekki heimil innkomu í vinnurýmið nema annars í ákveðið af hafnarstjóra. Nú varðandi almenningssamgöngur og strætó, framhöld strætisvagna í Reykjanesbæ er lokuð frá og með 14. mars. Viðskiptavinir eru vinsamlegast beðnir að ganga um mið- eða aftarreddir vaksins, og þetta er eins og liggur kannski í augum uppi til að vernda bílstjórana. Gjaldtöku í strætisvagna verður ekki fylgt eftir á meðan að samkomubanni stendur. Þeir viðskiptavinir sem hafa tök á eru beðnir að ferðast með strætó utan háannatíma til að draga úr þrengslum og fækka snertingum í vagninum. Þrif hafa verið aukin og viðskiptavinir eru hvattir til að fylgja fyrirmælum með sóttvarnir, vera meðvitaðir smitleiðir og ferðast ekki með almenningssamgöngum ef grunuleikur á smiti. Nú síðan erum við í mjög góðu sambandi við Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og brunavarnir og lögreglu, og ég ætla bara að enda á því að fara hérna aðeins yfir þessar ágætu stofnanir. En í ljósi neyðarstigs almannavarna vegna COVID-19 mun Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, bæði í Keflavík og Grindavík, gera talsverðar breytingar á almennri móttöku og vaktþjónustu og efla fjarþjónustu. Tímabundið er almennri móttöku lokað og vaktmóttöku fyrirkomulagi breytt, auk þess sem tímum í sykursýkismóttöku og til hálsnef og eyrnalækna er aflýst. Haft verður samband við alla þá sem hefur bókaða tíma og reynt að leysa erindi símleiðis sem mögulegt er. Þetta er gert til að draga úr smithættu skjólstæðinga sem og starfsfólks. Í neyð ráðleggjum við fólki að hringja í 112. Fólki sem er í neyð og leitar á heilsugæslu er alltaf sinnt. Öllum sem þurfa á vaktþjónustu að halda að benda á að hafa samband við heilsugæsluna í sími 4220500 eða bóka símatíma á heilsuvera.is. Símsvörun á Heilbrigðisstofnun er opin allan daginn frá 8 á morgnana til 8 á kvöldin og helgar frá 10 á morgnana til 8 á kvöldin. Öllum skjólstæðingum verður vísað í símatíma hjá fagfólki. Ungbarnavernd og mæðravernd verður áfram en tímareftillit færðir til. Upplýsingar frekari breytingar á starfseminni verður auglýst á heimasíðu HSS og Facebook síðu HSS. Nú þá að brunavörnum. Brunavarnir hafa gripið til margvíslegra aðgerða til að draga úr hættu á smiti og veikindum hjá starfsmönnum og fylgja leiðbeiningum sóttvarnalæknis. Helstu aðgerðir sem gripið hefur verið til eru þessar. Lokað hefur verið fyrir allar heimsóknir og slökkvistöðu sem ekki eru bráðnauðsynlegar. Vaktir hittast ekki á vaktaskiptum. Komandi vakt safnast saman í bílasal og fráfarandi vakt fer út inngang eftirlits. Dagmönnum hefur verið skipt í 2 hópa, annar vinnur heima frá sér aðra vikuna og hinn hópurinn hina vikuna. Ef það gerist að veikindi verða vöktum þá munu dagmenn taka vaktir og leita verður til þeirra starfsmanna sem eru í varaliði og hafa sjúkraflutningsréttindi og leita til þeirra að taka vaktir. Slökkviliðsstjórar vinna ekki saman á slökkvistöð, annar er við vinnu heima en hinn á skrifstofu. Lokað hefur verið á að starfsmenn fari í líkamsrækt af vaktinni. Tilmæli landlæknis að heilbrigðisstarfsmenn fari ekki í utanlandsferðir nema brýn nauðsyn sé á ferðinni hefur verið komið á framfæri við alla starfsmenn. Öll þrif sérstaklega á snertiflötum, til dæmis talstöðum, hurðarhúnum og svo framvegis verða aukin og hafa verið aukin. Pöntuð hefur verið vél sem notuð til sótthreinsunar á bílum og herbergjum.
Öll samskipti við neyðalínu, útköll og upplýsingar vegna útkalla fyrir fram í gegnum tetrafjarskipti og brunavarnir hafa fjölgað tetratalstöðum þannig að eftir hverja vakt eru þau tæki sem voru í notkun sett í sóttkví og komandi vakt fær talstöðar sem hafa ekki verið í notkun þá á nýliðinni vakt. Samskipti dagmanna sem eru við vinnu á stöð við vaktir í algjöru lágmarki. Brunavarnir Suðurnesja mun aðstoða starfsmenn HSS ef upp kemur COVID-19 smit í Grindavík og þörf á sjúkraflutningum. Nú fer þetta alveg að vera búið. Hér eru nokkri punktar frá embætti lögreglustjórans á Suðurnesjum. Lokað hefur verið milli starfsstöðva, það er samgangur milli starfsstöðva er ekki til staðar. Þjónustuver á Bakkastíg hefur verið lokað fyrir þá sem koma og leggja fram kæru eða þurfa að bera upp erindi við lögreglu. Merkingar eru í hurðum bæði á Brekkustíg og Hringbraut og þær fær fólk sem þarf að ná í lögreglu nauðsynlega að hringja í 112. Símsvörun er virk og reynt að leysa ýmis máli gegnum síma. Starfsemi rannsóknardeildar hefur verið skipt í tvennt, verið að einmanna eins og sagt hægt er. Starfsaðstöður innanhús, það verið einmanna starfsaðstöður innanhús en unnið í opnum rýmum. Vaktirnar eru sjálfbærar með að koma sér til og frá vinnu og verða vaktskipti að eiga sér stað þannig að lítill sem engin samgangur sé á milli vakta. Búið er að opna aðgerð í AST sem er aðgerðarstjórnstöð almannavarna og AST aðgerðargrunni og afar mikilvægt að allir hlutaðeigandi bóki í grunninn. Þetta er fyrir þá sem er í aðgerðarstjórn. Við erum að keyra á takmarkaðri aðgerðarstjórn núna. Við erum að vinna þetta frá vinnustöðum okkar en það gæti auðvitað komið til þess að við þurfum að virkja hana að fullu. Nú, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, þetta var nú langur lestur en kannski nauðsynlegur að segja þessa hluti uppátt svo fólki sé nú betur ljóst til hvað aðgerða er og hefur verið gripið. En ég vil nota þetta tækifæri og þakka starfsmönnum Reykjanesbæjar og bæjarbúum, ekki síst, og öllum þessum samstarfsaðilum okkar fyrir mjög gott samstarf og held ég geti fullyrt með mjög góðri samvisku að það eru allir að gera það sem þeir geta til þess að gera þetta ástand eins öruggt og bærilegt og okkur frekar stöld. Takk fyrir. Takk fyrir yfirferðina bæjarstjóri, orðið er laust. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs, gjör svo vel Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka bæjarstjóra fyrir góða yfirferð yfir stöðuna hjá okkur. Það er ljóst að það hefur verið unnið þrekvirki hérna hjá okkur á síðustu 2 vikum og það eru allir að taka þátt. Starfsmenn sveitarfélagsins og sem og aðrir. Það verðist allir vera í einu liði í þessu. Ég vil nefna einnig að nú er bæjarráðsfundur næsta 50 og það er ekki alveg enn ákveðið hvernig hann fer fram en hugsanlega þá munum við funda í gegnum fjárbúnað eða tölvun okkar en þá eftir að koma aðeins í ljós. En við munum auðvitað fjalla áfram um fjárhagsleg áhrif COVID-veirunar á sveitarfélagið, hvernig við sjáum þróun að vera næstu mánuði. Leið munum við þá líka fjalla hugsanlega leiðir sem eru þá færar til að aðstoða íbúa sveitarfélagsins. Það er að segja aðstoða þá sem lenda í erfiðleikum. Við erum ekki að horfa kannski á að við förum að aðstoða alla íbúa, heldur erum við fyrst og næst að horfa þá sem eru að lenda í erfiðleikum og auðvitað eru margar leiðir skoðir í þessu. Það er hugsanlega seinkun á fasteignagjöldum og það er opinber gjöld og svo eru það aðrar sérttakar aðgerðir eins og leigubætur og annað fleira en þetta munum við skoða í framhaldi og einhverja næstu dögum og vikum þá mun það koma í ljós hvernig það verður en eins og þið heyrið að þá erum við að vinna á öllum vígstöðum og ég er bara virkilega stoltur af starfsfólki okkar og þeim sem standa í þessari framlínu. Takk fyrir það. Ágætu bæjarfulltrúar. Sem forseti bæjarstjórnar þá langar mig að þakka okkar ágæta bæjarstjóra og þessu flotta fólki sem hefur á undanförnum dögum verið að vinna þrekvirki í því að bregðast við
þeirri stöðu sem upp er komin. Ég efast ekkit það að samheldni bæjarstjórnar mun ekki láta á sig standa við þessar aðstæður sem að blasi við. Ég held að sé mikilvægt að láta alla vita af því að það er mikil ábyrgð sem hvílir á kjörnum fulltrúum við þessar aðstæður. Samstarfið hér í bæjarstjórn hefur verið til fyrirmyndar hingað til og vænti ég þess að það verði svo áfram. Það er líka vert að minna á það að fyrir liggur Alþingi frumvarp það að heimila bæjarstjórnum og sveitarstjórnum að funda í fjarfundi og taka ákvarðanir í fjarfundi. Það frumvarp liggur fyrir og vænti ég þess að það verði samþykkt núna á næstu dögum. Í ljósi þess höfum við gripið til þeirra aðgerða hér á þessum bæjarstjórnarfundi að auka fjarlægð á milli bæjarfulltrúa og sinna sóttvörnum eins og hægt er. Það liggur fyrir að samfélagið er í hægagangi. Allt snýst þetta það að reyna að halda hjólum samfélagsins gangandi og hægja á því að smitt berist á milli manna. Við hlítum að sjálfsögðu því sem að fyrir okkur er lagt af sóttvarnalækni og landlækni, en það er eðlilegt að það komi upp margar spurningar og ýmis sjónarmið í þessari vegferð. Það er mikilvægt að við tökum ákvörðun og ákvörðun að taka sé yfirveguð og við sýnum ákveðna festu í því. Friðjón Einarsson, bæjarfulltrúi og formaður bæjarráðs, nefndi það hér að sveitarfélagið þarf að gera sitt til þess að koma okkur í gegnum þennan skafl og ég veist ekki að það verði góð samvinna það á næstu dögum og vikum hér í bæjarstjórn. Mér langar líka að vera aðeins á léttu nótunum. Ég held að við sjáum það hér á Íslandi að svo samheldni og þetta litla samfélag sem við búum í veitur okkur ákveðið forskot undir þessum kringumstæðum. Hér eru boðleiðir stuttar, okkur tekst og hefur tekist á undanförnum dögum að koma skilaboðum til all flestra íbúa landsins. En við hér í Reykjanesbæ erum þannig í stakk búin að við erum með stórt hlutfall erlendra íbúa og ég veit að neyðarstjórn og starfsmenn Reykjanesbæjar hafa gert sitt til þess að reyna að koma upplýsingum sérstaklega til skila til þess hóps. Og það er virðingarvert og gott. Einhverjum orð Reykjanesbæjar eru framsakni virðingu og eldmóður. Mér sýnist á öllu að við séum einmitt að sýna þetta í verki. Ég vænti þess að við munum ræða þessi mál núna á næstu misserum eins og svo sem alþjóð er að gera. Ég óska okkur góðs gengis í þeirri vegferð og samfærður það að við munum komast í gegnum þetta enda tímabundið ástand að ræða. Við þurfum að hafa það hugfast. Við þurfum að gæta af þeim sem að minna mega sín í samfélaginu í þessari stöðu, börnunum okkar, eldri borgurum og þeir sem að hafa undirliggjandi sjúkdóma þurfa náttúrulega að vera sérstaklega vel upplýstir á þessari stundu sína stöðu. Ég tók eftir því þar sem ég á börn sjálfur að börnin spyrja mikið út í það sem að gerast og það er eðlilegt að við þurfum að horfa sérstaklega til þeirra, upplýsa þau stöðuna þannig að þau séu ekki að upplifa óþarfa hræðslu þegar við breytum samfélaginu og færum okkur í nýjan takt til þess að mæta þeim áskorunum sem að fyrir liggja. En orðið er laust. Guðbrandur Einarsson hefur hvað sér hljóðs, gerð svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti og getur bæjarfulltrúar. Þessi tíma sem við erum upplifa eru þetta bara alveg með ólíkindum. Við heldum að þessi jarðskjálfti sem kom daginn væri svona toppurinn en hann var svona bara til þess að sýna okkur eða smá sýnusótt af því sem geti komið fyrir okkur.
og að við ættum vona á einhverju sem er að dynja á okkur núna óraði engan fyrir að við varum hér að upplifa heimsfaraldur sem að væntanlega stenst engan samanburð nema kannski þá helst við svartadauða eða eitthvað slíkt. Mér langar nú að byrja á því að þakka bæjarstjóra fyrir hans orð hér og alla þá vinnu sem að búið er að vinna, alla þá vinnu sem starfsmenn eru búin að leggja á sig til þess að koma fólkin okkar í skjól, vil ég segja. Okkur hefur verið á það bent núna undanfarna vikur að það eru ákveðnir hópar sem eru sérstaklega hætt komnir gagnvart þessari óáran og ég er eiginlega bara hrærður yfir því að til skuli vera fólk sem eins og þessi sóttvarnalæknir okkar sem að fer í þetta verkefni af þessum fítonskrafti og smita svona út frá sér til allra þeirra sem að er að vinna að þessu út í samfélaginu okkar. Þannig að hér er verið að vinna kraftaverk. Við sjáum margar þjóðir hafa farið allt og seint af stað og eru núna að vakna við vonda draum en við sjáum það líka á þeim rannsóknum sem að eða skimunum sem að Íslensk erfðagreining hefur verið að framkvæma. Það er búið að koma í veg fyrir að þessi vírus sé að dreifa sér út í samfélaginu. Það er sama hlutfall af dreifingu eins og var bara í síðustu viku. Þannig að hér er verið að vinna kraftaverk og ég er mjög þakkláttur fyrir það að við eigum slíkt kraftaverka fólk. Hvaða afleiðingar þetta kemur til með að hafa fyrir okkur er algjörlega óljóst á þessum tímapunkti. Menn er svo sem að reyna að átta sig á því hvað þetta getur þýtt, bæði hvað okkur sjálf varðar og fólkið okkar. En líka bara efnahagslega og sjá það að heilu flugflótunum er bara lagt, er auðvitað alveg með ólíkindum og það reynir mjög á það ríkisstjórnir landa heimsins. Þær eru ekki öfundsverðar af þeim verkefnum sem að þarf að takast á við. Við erum að heyra það að eftir fjármálaráðherra í morgun að menn eru að reikna með því að fjárlög sem átt að skila einhverjum afgangi verða vantarlega þannig að tap á fjárlögum verður, eða hallinn verður hugsanlega einhvers staðar í kringum 100 milljarðar. Það segir mér það að þessi ríkisstjórn ætlar að gera allt sem í hennar valdi stendur til að koma í veg fyrir að hér fara allt á liðina. Það hafa verið kynntar tillögur að koma til móts við fyrirtækin og greiða þá hugsanlega helming launa. Ég veit ekki hvort að það dugar til þegar að engin innkoma er hjá fyrirtækjunum. Við sjáum Norðmenn og Svía að ræða það að það geti orðið alltaf 90% greiðsla af hálfu ríkissjóðanna á móti 10% frá fyrirtækjunum. En ég reikna líka með að allt þetta sé til skoðunar hjá ríkissjóðinni og ef að þetta verður með þessum hætti þá getum við átt von á því að fyrirtækin lifi af og fólk haldi vinnunni sinni sem er auðvitað bara grundvallaratriði í þessu. Það að fá útborguð laun á næstu mánuðum mun auðvitað bara skipta sköpum fyrir almenningi í þessu landi. Það mun líka auðvitað bara skipta sköpum fyrir sveitasjóði allt land. En ríkissjóður er þá að taka á sig stóran skell. Og við erum þarna greinlega að það er kraftugt fólk þarna í forystu sem ætlar að gera það sem þarf til þess að halda þessu á floti. Við auðvitað bara verðum að taka hvern dag fyrir sig eins og hann kemur
Það að bæjarstjóri sé og hans undirmenn að verja sína starfsmenn eins og var kynnt hérna áfram er auðvitað bara frábært. Við myndum ekkit vera sátt við það ef að upp kæmi alvarleg veikindi inn í skólanum okkar eða á meðal okkar starfsmanna. Það þarf auðvitað mikið til að halda út rekstri þar sem 1000 starfsmenn vinna. En við verðum auðvitað bara að gera eins og aðrir, að setja til okkur hausinn og reyna að sigla í gegnum hennar skafl og sjá hvað út úr því kemur. Ég bara óska okkur góðs gengis í þeirri baráttu. Orðið er laust, kæru bæjarfulltrúar. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið fundargerðir bæjarráðs? Ef svo er ekki, þá ætla ég að bera fundargerðir bæjarráðs frá 5. og 12. mars til fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðirnar vinsilega skrifa merki. Og þær eru samþykktar 11.0. Næst tökum við annan dagskrárlið hér á fundinum sem er fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. mars. Nú að venju munum við fara fyrst í gegnum þá liði í fundargerð sem að samþykkja þar sérstaklega og taka til umræðu ef svo ber undir. Og fyrst skal nefna 3. liði í fundargerð, heiðarból 27, niðurstaða grenndarkynningar og er orðið laust þann liði í fundargerðinni. Ef að engir kveða sér hljóðs, þá vil ég bera þann liði í fundargerðinu undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt þann lið, 3. lið vinsilega skrifa merki. Og hann er samþykktur 11.0. Næst er að 5. liður, flugvellir 14, niðurstaða grenndarkynningar, orðið er laust þann liði í fundargerð. Er einhverju bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá ber ég þann lið undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt hann vinsilega skrifa merki. Og hann er samþyktur 11.0. Næst myndi það vera 7. liður, Reykjanesvegur 54, niðurstaða grenndarkynningar, orðið er laust þann liði í fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég hann undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt hann liði vinsilega skrifa merki. Og hann er samþyktur 11.0. Næst er það 11. liður. Það myndi vera Hólamið 26. Orðið er laust 11. liði fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég hann undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt hann vinsilega skrifa merki. Og hann er samþyktur 11.0. Næst er það 12. liður, Einidalur 5, orðið er laust 12. liði fundargerð. Það er einhverju bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá ber ég þann lið í fundargerð undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt hann vinsilega skrifa merki. Og hann er samþyktur 11.0. Nú 13. liður, Hafnarbakki 10, orðið er laust 13. lið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og ber ég 13. liði undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt hann vinsilega skrifa merki. Og hann er samþyktur 11.0. Næst er það 14. liður. Það myndi vera Hólmbergsbraut 9. Orðið er laust. Ber ég 14. liði undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt liðin vinsilega skrifa merki. Og hann er samþyktur. Nú ágætu bæjarfulltrúar, þá er orðið laust fundargerðin í heild sinni. Er einhverju sem að vilja taka til máls fundargerðina? Svo er ekki, þá ber ég fundargerðina undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerðina vinsilega skrifa merki. Fundargerðin er samþykkt 11.0. Afsakið. Næst er að 3. liður á dagskrá, fundargerð menningar og atvinnuráðs og er orðið laust fundargerð menningar og atvinnuráðs. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljóðs. Velkomin í pontu, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar aðeins að fara yfir fundargerð menningar og atvinnuráðs. Það er eitt mál þar á dagskrá sem aldrei hefur verið eins mikilvægt fyrir okkur eins og núna. Það er Vest-Norden ráðstefnan sem er fyrirhuguð hérna í sumar. Þessi ráðstefna er
er haldin annarkvort ár á Íslandi og í fyrsta skipti er hún haldin hérna hjá okkur í Reykjanesbæ. Þetta er einn stærsta sölu og kynningar ráðstefna sem starfsmenn og ferðaþjónustu fyrirtæki taka þátt í hér á Íslandi. Hérna koma kaupendur frá öllum heiminum sem að selja ferðir á norðurslóðir og sérstaklega þá Ísland, Grænland og Færeyja. Við erum náttúrulega mjög ánægð með að fengi þessa ráðstefnu. Þetta er búið að vera keppikefli okkar lengi og það byrja að hrósa starfsmönnum Súlunnar fyrir að hafa unnið vel að þessu í samstarfi við markaðsstofu, við sambandi við markaðsstofuna, að hafa tekist að ná þessari ráðstefnu hingað til okkar. En ástæðan fyrir því að það tókst er að það þarf mikið gistirými, að lágmarki 600 gistirými að mig minnir, 600-700 manna gistirými og menn gátu staðfesta að það væri til hérna á Suðurnesjum og þess vegna gengur þetta nú eftir. Og það er náttúrulega ennþá mikilvægur að vel til takist eins og ástand er hjá okkur í dag og við þurfum að vera dugleg og leggja vel til svo þetta gangi eftir. Og ég vil þakka þessu starfsfólki sem hefur unnið að þessu í marga mánuði að við skulum hafa náð að fá þessar ráðstefnu. Þetta er bara eitt stærsta atvinnumál okkar núna. Það er að styðja við bakið á ferðaþjónustunni. Annars sem ég vildi nefna er að menningar- og atvinnuráð mun í framhaldi vinna sameiginlega atvinnustefnu fyrir Suðurnesin og svo vinna er hafin, en þá er eina samræma þar atvinnustefnu fyrir öll Suðurnesin til þess að vinna betur á heildarmyndinni, af því að við vitum það að þetta er nú eitt flækjustig hjá okkur. Það er enginn sem horfir á landamæri milli okkar og Suðurnesjabæjar eða einhvers annars þegar kemur að atvinnumálum, en við getum unnið saman í þessu málum til framtíðar er mjög gott og þetta er í fyrsta skipti sem þetta gerist hjá okkur að menn vinna svona sameiginlega stefnu öll sveitarfélögin saman, sem er bara mjög jákvætt. Ég vil líka hvetja fundarmenn að því að menn hafa ekki eitthvað að gera í þessu ástandi í dag, að lesa ársskýrslur sem hérna eru lagðar fram, ársskýrslu byggðasafnsins og bókasafnsins, mjög góðar lesningar, og svo ég minni á stefnumótun er varða framtíð bókasafnsins. Fleira sem gert á þessu fundi var að ganga frá rekstrarsamningum við nokkra aðila, við myndlistamenn við Hafnargötuna, og síðan voru hinir ýmsu verkefnastyrkir veittir. Reynt var að nýta allt það fé sem til var, þannig að við gátum svona hækkað suma en svona í heildina reynt að nýta þetta fé sem best. Ég ætla nú ekki að lesa það allt upp hérna, en það er þó ánægilegt að sjá að hversu margir voru að sækja verkefnastyrkin og að það var hægt að gera mörgum aðstoða marga í því. Síðan eru það þjónustusamningarnir sem voru samþykktir og þeir eru hefðbundnir. Þetta eru þau félög sem taka þátt í uppákomu hjá okkur allt árið kring, eins og ljósanótt og kringum jólin og þeirra þörf er á. Og ég vildi kannski nefna einn aðila þarna sérstaklega, en þarna var gerði þjónustusamningur við Danskompani sem er daldið, voru 2 dansskólar hjá okkur en nú er bara 1 dansskóli, og því var ákveðið að hækka styrkinn þangað til Danskompanis og þau fengu úthlutað 600.000 krónum, en það er gríðarlega aðsókn að þessum dansskóla og gengur vel og þó þröngt sé, þannig að við vildum svona aðeins sýna þeim lit að þakklæti fyrir það að þeir eru haldið upp þessari þjónustu fyrir okkur. En þið sjáu hvernig þetta er hérna, og ég ætla nú ekki að lesa það neitt sérstaklega meira, en ég vil kannski enda þetta á því að segja
að ráðið Óskar Guðjóni Ketilssyni og Listasafni Reykjanesbæjar til hamingju með þann heiður að Guðjón var valinn listamaður ársins fyrir sýninguna sína Teikn í safninu árið 2019 og gaman að það skuli detta svona saman listamaður og sýningi í Reykjanesbæ. Takk. Baldur Guðmundsson hefur hvað sér hljós. Gerðu svo vel, Baldur. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og gestur. Ég ætla að taka upp þráðinn frá því á síðasta bæjarstjórnarfundi þegar við vorum að ræða saman undir þessum lið menningar og atvinnumál. Og við erum á jákvæðu nótunum núna kannski. Sameiginleg atvinnustefna fyrir Suðurnes. Heldur við höfum rætt þetta líka síðast að auðvitað vinnum við okkar atvinnustefnu en svona leggjum í púkkið til sveitarfélagana á Suðurnesjum og tökum þátt í þeirri vinnu. Það kom fram í fyrir fundagerð bæjarráðs varðandi sameiningar sveitarfélaga að það er einhverjir sem að spá í að fara til Norðurlandana að kynna sig hvernig að sameina sveitarfélag. Við erum ágætlega sett í því, sko. Við til dæmis bara Reykjanesbær, við vorum mjög snemma í þessu ferli að sameinast, þannig að við þekkjum þetta. Síðasta sameining, eða næst síðasta sameining á landinu var Sandgerði Garður og ég gerir fastlega ráð fyrir að við höldum þessu áfram og endum sem eitt fríríki Suðurnes þegar upp verður staðið. Allavega vona ég það að við náum að sameina öll sveitarfélögin á Suðurnesjum. Þannig að þetta verði ein atvinnustefna fyrir öll Suðurnes. Ársskýrslunar eru að venju. Þannig að bara vitni verulega gott starf hjá þessum stofnunum, bókasafninu og byggðasafninu. Það er ekkert meira það að segja og svo ætla ég bara að fagna því sérstaklega þegar við horfum í þessar vondu atvinnuleysistölur sem að koma hugsanlega til með að lenda síðan þetta högg eins og önnur kemur til með að lenda harðast á okkur. Við erum í þjónustu við flugið og það er flugið sem að er að hrynja út allan heim. Þannig að við erum eftir að finna verulega fyrir þessu, þannig að mér finnst þetta vel til fundið að þarna muni leggjast á eitt starfsfólk og nefndarfólk til að skoða aðeins landslegið og hvað við getum gert. Ég held fyrst að það væri verið að svara þessu ákalli hjá okkur að það væri lítið að gera hjá menningu og atvinnuráði með því að fjölga dagskrárliðum og setja alla verkefnastyrkina undir hvert sitt númer. En svo skilst mér að það hefði bara verið einhver vandamáli að skrá þetta úr málaskráni. Þegar ég var í þessu menningaráði þá var þetta bara eitt mál, úthlutun úr þessum sjóði. En því miður þá dróst þessu sjóður eitthvað saman á milli ára og það þykir mér miður því að öll þessi verkefni eru mjög brýn og þörf og nauðsynleg á þessum síðustu og vestu. Og undir önnur mál þegar við komin í dagskrárlið 31 þá held ég að ég hafi bara verið séð fram í tíman vegna þess að ég hef búin að þakka fyrir öll þau verkefni sem að þar voru nefnd en tek bara undir með friðunni. Þetta er allt sem að þar kemur fram er okkur til sóma. Takk. Já, orðið er laust fundagerð menningar og atvinnuráðs. Það er ekki fleiri bæjarfulltrúar. Afsaki Gunnar Þórarinsson hefur hvað sér hljós. Velkomin í pontu, Gunnar. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestur.
Já, þetta er ánægilegt að sjá hvað er tekið mikið á atvinnumálum þarna á þessum fundi og ég fagna því í raun og veru að sveitarfélagin á Suðurnesjum séu að taka sér saman og skapa sameiginlega atvinnustefnu. Það er svo sem alveg auðséð að það er eðlilegt og í raun og veru nauðsynlegt að starfa saman á þessum vettvangi. Við erum hérna með eitt vinnusvæði, atvinnusvæði sem að við eigum auðvitað að nýta okkur og skapa hér störf, ekki bara fyrir Reykjanesbæ heldur auðvitað fyrir alla Suðurnesjabúa, eins og er reyndar staðreyndin í dag. Menn færa sig milli byggðarlaga eftir vinnunni. Það er gaman að segja frá því að þegar ég byrjaði í pólitíkinni 2010 þá var það eitt af mínu fyrstu verkum að hafa samband við bæði fulltrúa Garðs og Sandgerðis sem á Voga og reyndar dróin í hópinn verkalýðshreyfinguna og atvinnufyrirtæki til þess að fjalla atvinnumáli hérna. Fundirnir voru aðalega haldnir upp á skrifstofu verkalýðsfélagsins en þar hvöttum við til ýmsa mann sem að voru með hugana í því að reyna að koma hér upp að einhverja atvinnu fyrir fólki hérna, meðal annars álverið sem að var nú því miður enda sleppt að mínu mati. En það leiddi í raun og veru í ljós að það getur verið ákveðin samhugur og styrkleiki að vinna saman í þessum efnum þrátt fyrir að við saminumst ekki. Ég held að það sé bara brýnt og nauðsynlegt. Annars er bara ánægilegt að sjá að það er verið að vinna öflug starf í sambandi við það að efla hér svona tækifæri fyrir fyrirtæki og atvinnulífið. Já, orðið er laust fundargerð menningar og atvinnuráðs. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljós. Gjör svo vel, Friðjón. Forseti, bæjarfulltrúar, það er eitt sem ég gleymdi að minnast á er að á fundunum, síðasta fundi í ráðsins var ákveðið að leita eftir því að setja saman átakshóp atvinnumál í Reykjanesbæ og leita verði út fyrir ramma kjörna fulltrúa líka. Þetta verði kjörnir fulltrúar sambland sem og fulltrúar atvinnulífs og einstaklinga og vonandi verður það fljótlega sem við náum að setja þennan hóp saman. En þarna er verið að reyna að ná í fólk hér og þar í sveitarfélaginu til þess að vinna með okkur hvernig við getum farið í átak á næstu vikum og mánuðum í atvinnumálum. En ég mun hafa kannski nánar upplýsingar það fljótlega. Takk fyrir ágætu bæjarfulltrúar. Að gefnu tilefni vil ég biðja ykkur þið hérna sem eru að njóta hérna veitinga á milli þess sem við erum að ræða þessi mikilvægu mál. Nýta hér handsprit sem að þarna er til staðar. Nú eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi menningar og atvinnuráðsfundargerð. Guðbrandur Einarsson vill gera það. Velkomin í pontu, Guðbrandur. Virðulegur forseti, eitt sem ég langar til að nefna af því að hér hafa bæjarfulltrúar nefnt samráð og samstarf við ýmsa aðila. Það vakti athygli mína að lesa það í Víkufréttum núna í síðustu viku að hér var verið að stofna áhugahópum nýja heilsugæslustöð. Og það auðvitað bara gladdi mig að einhverjir ætluðu að hafa frumkvæði að því að setja saman slíkan hóp. Og það auðvitað tengist þá að sjálfsögðu því sem að hér hefur verið nefnt. Þó að þetta sé auðvitað bara lýðheilsumál að fá
hér nýja heilsugæslustöð, þá er þetta að samanskapi atvinnuskapandi. Og ég held að ef að menningar og atvinnuráð er að kalla til samstarfs atvinnumál einhverja hópa sem eiga að fara að ræða þetta, þá sé þetta verkefni eitthvað sem að atvinnuráðið ætti að skoða og leita eftir samstarfi og samráði þá við þennan hóp. Það eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls. Undir fundargerð menningar og atvinnuráðs. Ef svo er ekki, þá vil ég bera fundargerðina undir fundin til samþyktar. Þeir sem geta samþykt fundargerðina vinsilega skefið merki. Og fundargerðin er samþykkt 11.0. Næst er það 4. liður á dagskrá fundargerð fræðsluráðs frá 7. mars og er orðið laust fundargerð fræðsluráðs. Andri Viðarsson hefur hvað sér hljós. Velkomin í pontu, Andri. Það er svona aðeins að hlaupa yfir fundargerðina með ykkur, verandi fulltrúi í ráðinu. Þarna var fyrsta mál dagskrá erindisbréf fyrir starfshóp samþættingu skólastarfs og frístundastarfs. Þarna sem verið að leita leiða til þess að efla má segja meira frístundaskólana til þess að vinna með íþrótta- og tómstundarhreyfingunni. Og ég held að sé alveg óhætt að segja að sé mikla væntingar bundandi til þessa starfshóps sem er að fara af stað þarna. Við vonum að við finnum sniðuðar leiðir til þess að vinna með sérstaklega íþróttahreyfingunni, að ég finna ykkur útfærslur á því að þétta þetta betur saman. Svo voru til umfjöllunar þarna nýjar, ekki nýjar, heldur endurskoðun á reglum á útlutunum bæði úr nýsköpunar- og þróunarsjóði og hins vegar varandi stuðning við kennaranema, og það voru heljarinnar umræður seinni reglurnar, réttindanámið, sem Haraldi grunnskólafulltrúa er farið að taka áfram og vinna úr, og reglurnar verða aftur fyrir á næsta fræðsluráðsfundi, gerir ráð fyrir. Svo kom þarna mál erindi frá samtökum dagforeldra á Suðurnesjum, og það er hægt að skoða þetta bréf frá samtökunum með fundargerðinni. Það er opið almenningi, þeir sem vilja kíkja það og skoða hvað máli snýst, en þarna voru heljarinnar umræður í ráðinu þetta bréf, og má segja að það sé í rauninni tvíþætt. Það er annars vegar sem sagt verið að boða hækkun á daggæslu, eða hvað segir maður, verðskrá dagforeldra, sem sagt gjaldskrárhækkun, og hins vegar sem þá að taka gildi núna í ágúst, sem er í rauninni bara á miðju ári hjá okkur og erfitt að bregðast við með áætlunum og öðru slíku, við tala ekki inn í þetta ástand sem er í gangi núna, að þá er þetta náttúrulega mjög óheppilegt og í rauninni vont að það komi, hvað getum við kallað, einhliða ákvörðun þetta. Maður hefði kannski vonað að það verið að ræða saman og finna flöta á þessu, þannig að við hefðum getað brugðist við með auknu mótframlagi þá þegar við vorum að gera áætlanir fyrir jól. Og svo er þetta hins vegar svona eins konar ályktun, þó hún heiti þannig kannski ekki, seinni hlutin á bréfinu er svona ályktun starfsemi ungbarnaskóla sem að dagforeldrar vilja tjá sig og við sem ég segi, það voru miklar umræður í ráðinu og það er gríðarlega gott samstarf milli meiri og minni hluta þarna, og við vorum sammála því að bóka á þennan hátt sem þarna er bókað, og fræðslu skrifstofurunni bara falið að ræða við þessa fulltrúa dagforeldra til þess að finna einhvern flöta á þessu. Það er kallað til þess eftir auknu samráði við leikskólastjóra og leikskólana, sem að ég myndi halda að vera fullkomlega eðlilegt og bara mjög gott mála við bregðumst við og vinnum með þeim í því. Það þarf náttúrulega 2 í tango, þannig að það er ekki þannig að það verði að bíða eftir öðrum. Það er líka alveg að taka upp síman og hringi hinn, og við getum þá alveg verið sá sem að hringi fyrst, og ég gerir bara ráð fyrir því að það var í góðan farveg. Síðasta málið var síðan skólaforðun eða
já, sem hann Einar Trausti yfirsálfræðingur kynnti. Virkilega áhugaverð kynning frá honum Einari sem að hvet bæjarfulltrúa til þess að lesa í gegnum og kynna sér, og það er áhugavert hvernig niðurstöðnir eru setta fram. Þannig til dæmis, bara til að nefna eitthvað dæmi, það er talað sko einmannaleika, ef ég man rétt, niðurstaðan er einmannaleiki, og í staðin verið að segja að síðan 85% barna finni aldrei til þess, og þá er talað að 15% eða 17 eða hvað það er, finna fyrir einmannaleika, og það í rauninni hittir mann mikið öðruvísi heldur en að lesa þetta á hinn háttinn. Þannig að framsetningin í þessari kynningu er virkilega góð og Einari Trausta og fræðsluskrifstofu má bara þakka og hrósa fyrir vel unnin störf þarna. Annað var ekki. Orðið er laust. Fundargerð fræðsluráðs. Það ekki fleiri sem vilja kveða sér hljóðs. Það beri fundargerð fræðsluráðs undir fundin til samþyktar. Þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt fundargerðina vinsanlega skifið merki og hún er samþykkt 11.0. Næst er hér til umfjöllunar fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs og 10. mars og er orðið laust fundargerðina. Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur kvað sér hljóðs. Velkomin í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar og gestur. Já, mér langaði bara rétt að nefna hérna lið 6 í fundargerðinni, íþrótta- og tómstundaráði. Það var skipun starfshóps samþættingu skólastarfs og íþrótta- og tómstundastarf. Það er bara mjög gott að sjá að þetta er bara á góðri leið og í góðum höndum. Þetta er mjög mikilvægt og við höfum verið að tala þetta lengi í bænum. Hvað er mikilvægt að yngstu börnin í grunnskólanum séu í íþróttum og tómstundum og helst þá fyrir klukkan 4-5 á daginn. 7. liður hérna, samstarf sundlu á Suðurnesjum. Þetta er bara mjög gott og svona heilsueflandi samstarf. Ég vona bara að ég sjái öll sveitarfélögin á Suðurnesjum taka þátt í þessu verkefni. Þetta er því frábært og gott fyrir svæðið. 8. liður, ég ætlaði líka að hrósa hérna Fjörheimum fyrir bara frábært starf og rýninni fyrir alltaf nýja og nýja viðburði sem er að boða til og það var í rauninni nýbúið að auglýsa og boða til fjölskylduopnunar í Fjörheim á síðasta laugardag og næstu 3 laugardaga, en það verður náttúrulega ekki, en ég vona bara svo sannarlega að við eigum eftir að sjá nýja auglýsingu aftur seinna svo að fjölskyldur hafi tækifæri til að koma með börnunum helgar í 88 ásið eða Fjörheima, þessar félagsmiðstöð sem er í bænum okkar og nýta sér bara góða samveru þar og einnig bara til að sjá aðstöðuna sem börnin hafa sem að stunda tómstundir og íþróttir og bara gott félagsstarf í 88 ásinu. Takk. Já, Friðjón Einarsson hefur kvað sér hljóðs. Gjör svo vel, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, og taka undir allt sem bæjarfulltrúar Anna Sigríður var að fara hérna yfir. Mjög jákvætt og gaman ef sundlaugarnar á Suðurnesjum tæki nú þátt í þessu verkefni. Þetta tæki vel undir það að árskort myndi gilda á milli okkar allra. Það væri frábær hugmynd. Mér langar að nefna eitt, það er síðasta mál á dagskrá á þessu fundi, en það er varandi vinnureglur íþrótta- og afrekssjóðs. En það var samþykkt breyting á þessum reglum á síðasta fundi. Það er í 3. grein reglana segir að æfingaferðir falli ekki undir reglu sjóðsins. En nú er komin ný setning við og þar segir, með leyfi forseta, æfingaferðir falla ekki undir reglu sjóðsins nema ef ræðir undirbúning undir stórmót, sem sagt heimsmeistaramót, ólympíuleika, Norðurlandamót og Evrópumót að hámarki einu sinni á ári. Mér finnst þetta góð nýjung, en það er ljóst að það er ekki hver sem er á leið á heimsmeistaramóti eða ólympíuleika, þannig að það þarf að hafa dálítið ákveðið hvaða mörk er að ræða og hafa þetta
þannig að það sé þá íþróttafulltrúi gæti þess að við erum ekki að styrkja alla þá sem hafa áhuga á að fara heldur sem hafi hafa möguleika á að komast á þessi mót. En þetta er jákvæð breyting, finnst mér á þessum reglum og gera þessu fólki kleift að fá ferðastyrk í þessi verkefni. Annað mál sem var tekið inn var tillaga frá miðflokki stofnun afrekssjóðs. Íþrótta- og tómstundaráð með leyfi forseta þakka Margréti Þórarinsdóttur fyrir tillöguna stofnun sjóðs og óska jafnframt eftir að fá fullmóta tillögu ásamt kostnaðarmati fyrir næsta fund ráðsins. Mér finnst þetta bara gott að þau geti þá unnið saman í þessu hvernig svona sjóður ætti að vera og skrá niður þessar hugmyndir sem Margrét kynnti á bæjarstjórnarfundi ekki fyrir svo löngu síðan sem er mjög spennandi og vonandi tekst okkur að stofna svona sjóð. Já, orðið er laust. Guðbrandur Einarsson er hvað sér ljós, svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, ég ætla nú að biðjast velvirðingar og óska eftir heimild til þess að bakka í fyrir fundargerð og fá að lýsa yfir vanhæfi í lið 18 í þeirri fundargerð. Og það er vegna þess að ég er þáttakandi í verkefninu sem þarna ræðir og get þar að leiðandi ekki greitt atkvæði þetta mál. Forseti þakka fyrir þessa athugasemd bæjarfulltrúa og tekur hennar sjálfsögðu til greina. Það er virðingavert þar sem að það eru auðvitað við bæjarfulltrúar sem þurfum að gæta þess að við séum ekki vanhæfir í málum. Þannig að það er leiðrétt hér með. En hér er að ræða fundargerð menningar og atvinnuráðs við fer rétt með og liggur þá fyrir að bæjarfulltrúi Guðbrandur Einarsson lýsir sig vanhæfan. Það er hér með fært til bókar. Nú, orðið er enn laust fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs og hefur Margrét Þórarinsdóttir hvað sér hljóðs. Velkomin Margrét í pontu. Virðulegur forseti og aðrir viðstaddir. Já, ég vil byrja á því að þakka bæjarstjórn fyrir frábæra vinnu á undanförnum dögum og sérstaklega bæjarstjóra. Hann hefur staðið í ströngu og þetta er virkilega vel unnið og eins og ég segi, ég bara vil fagna þessari frábæri vinnu og að fara inn í þetta með þetta að leiðarljósi, hvað við getum unnið alls saman, það er bara virkilega áhugavert og gott. En ég ætla að þakka Friðjóni Einarssyni fyrir frábæra viðbót við lögin og hvað varðar íþrótta- og tómstundaráð og að það sé hægt að styrkja þá þessa krakkar sem að fara á heimsmeistaramót eða Norðurlandamót. Og ég bara verð að segja takk og ég hlakka til að fara að vinna þessa vinnu og að reyna að útfæra þetta og sjá hvort að þetta getur orðið að veruleika, þar að segja afrekssjóðurinn. Takk fyrir. Það eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Ef að svo er ekki þá ber ég það sætir furðu. Ég ætla nú að gera það tillögu minni að bæjarfulltrúi Guðbrandur Einarsson komi hér í pontu og takið til máls ef hann telur sig vanhæfan í máli sem að snýra að fundargerðum og samþykktum bæjarstjórnar. Gerðu svo vel Guðbrandur. Virðulegur forseti, það er algengt að menn lýsi fyrir vanhæfi úr sæti þegar atkvæðagreiðsla fer fram. Þannig hef ég lært þetta í gegnum tíðina.
En þarna að ræða styrkumsókn sem á að fara í fyrirlestur sem dóttir mér heldur og þess vegna tek ég ekki þátt í atkvæðagreiðslu. Já, forseti vil þakka fyrirverandi forseta bæjarstjórnar fyrir brýninguna. Maður lærir svo lengi sem maður lifir og þakka ég honum líka fyrir að koma hér upp og skýra mál sitt og að sjálfsögðu verðum við því að hann lýsi sig vanhæfan hvað þetta snertir. Nú eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs. Og ef svo ekki, þá ber ég fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 10. mars undir fundi til samþykktar. Þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt fundargerðina vinsamlega skeiðamerki. Og hún samþykkt. Þá liggur fyrir 7. mál fundargerð lýðheilsuráðs frá 11. mars og Anna Sigríður Jóhannesdóttir hefur kvart sér hljóðs. Velkomin í pontu, Anna Sigríður. Forseti, bæjarfulltrúar og gestur. Já, ég kem inn undir fundargerð lýðheilsuráðs. Fyrsta mál á dagskrá fór lýðheilsufræðingur yfir framfaravogina og það voru töluverðar umræður mælikvarða í framfaravoginu en hún mælir aðalega lífsgæði og fleira hjá íbúum Reykjanesbæjar og við vorum öll sammála að það þyrfti í rauninni bara meiri þróunarvinnu varðandi mælikvarðana svo við getum í rauninni eða svo tryggt sé að hægt að nýta þá í rauninni markvissa vinnu áframhaldandi. En lýðheilsufræðingurum minn vera í góðu samstarfi við 2 sveitarfélög, Kópó og Árborg sem eru einnig með framfaravogina. Munum við halda áfram góðu samstarfi við þau. Hún fór einnig yfir stefnumótun í lýðheilsumálum og mun óska eftir tilnefningum frá hagsmunahópum varðandi samráðshóp heilsusamlegt samfélag. Við viljum auglýsa eftir aðilum sem hafa áhuga að taka þátt í samráðshópnum og áframhaldandi vinna að stefnumótun í lýðheilsu verður með þeim hópi. Einnig voru miklar umræðu COVID-19 og við töldum, eða lýðheilsuráð taldi að mikilvægast væri að leggja áherslu á rétt upplýsingaflæði til íbúa og sérstaklega til erlendra íbúa á svæðinu og lýðheilsuráð hvetur almenning til þess að fara eftir sannreyndum leiðbeiningum frá embætti landlæknis þar sem veigamesti þáttur forvarna gegn smiti heilsuhegðun hvers og eins. Að lokum fór lýðheilsufræðingurinn yfir hugmyndahandriti varðandi kynningamyndbandum í lýðheilsu og íbúar munu sjá bara mjög fljótlega myndband sem verður unnið að varðandi að kynna í rauninni hvað lýðheilsa sé. Takk. Já, með leyfi fundarins langar mig aðeins að koma inn á fundargerð lýðheilsuráðs að þessu sinni sem eins og bæjarfulltrúi Anna Sigríður fór hér yfir var ansi óvænt. Samt vil ég nú að segja það að ég hef haft verulegar áhyggjur af því sem að blasi við okkur núna í töluvuna tíma. Við hef lýst þeim áhyggjum mínum en ég held að viðbröðin okkar séu til mikilla fyrirmyndar. Ég held að hér sjáum við í verki hversu megnug við erum og vill ég því hvetja okkur til dáða að gleyma því ekki í okkar daglega lífi að það er fyrsta stigs forvarnir sem að við höfum verið að sinna hér á undanförnum dögum eru lykillinn af árangri til þess að glíma við þetta ástand. Og ég segi það vegna þess að nú blasir við að ákveðið samkomubann er í samfélaginu og mér fannst heilla undir það að einhverju væru þó að gleyma öðrum forvarnaþáttum sem eru auðvitað enn mjög mikilvægir og ekki síður þrátt fyrir að við séum nú búin að takmarka fjöldasamkomur hér á Íslandi. Nú auðvitað er það mjög margt í þessu tilliti sem að snýra að samfélaginu okkar og lýðheilsu almennt. Ég ætla ekki í mjög löngu máli að fara yfir það en ég vil samt sem áður benda á það að
andleg heilsu okkar undir þessum kringustæðum skiptir gríðarlega miklu máli og við megum ekki undir nokkrum kringustæðum svo ég taki nú aftur það orð mér í munn að tapa gleðinni. Við erum samfélag sem er í mjög góðum málum og vel í stakk búin til að takast á við þetta verkefni og við munum halda áfram að lifa lífinu, njóta samvista eins og við getum undir þessum kringustæðum og ég vil hvetja okkur öll til dáða á næstu dögum. Annað var það ekki varandi mitt innlegg og fundargerð lýðheilsuráðs að þessu sinni. Orðið er laust fundargerðina. Ef það er ekki fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varandi fundargerð lýðheilsuráðs þá ber ég fundargerðina undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt hana vinsamlega skrifa merki. Hún er samþykkt 11.0. Næst tökum við til umræðu fundargerð velferðarráðs frá 11. mars og er orðið laust fundargerð velferðarráðs. Ef það er ekki bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varandi þá fundargerð þá ber ég hana undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt fundargerð velferðarráðs frá 11. mars vinsamlega skrifa merki. Og hún er samþykkt 11.0. Nú, 8. mál á dagskrá afsakiði fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 12. mars og er orðið laust fundargerð Reykjaneshafnar. Er einhverju bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varandi þá fundargerð? Svo er ekki og ber ég fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar undir fundin til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt vinsamlega skrifa merki. Og hún er samþykkt 11.0. Nú er það 9. liður og jafnframt svo síðasti á dagskráni sem er húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar fyrir umræðu og er orðið laust húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar. Friðjón Einarsson hefur kvatt sér hljós. Velkomin í pontu, Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar er hér lögð fram til fyrir umræðu. Hún hefur verið tekin fyrir í bæjarráð 2 sinnum við án athugasemda. Það komu þó orðalags athugasemdi sem hafa núna verið lagfærðar og svo skýrsla sem hér liggur fyrir er með þeim breytingum en mér langar bara að láta ykkur vita og fá með leyfi forseta að lesa þá breytingu en það er síðasta setning skjalsins en þar segir gæta þarf þess að nýjar íbúðir / byggingar sem ætlað er að hýsa aðflutt starfsfólk falli vel að umhverfi og skipulagi. Þessi setning var umtalsvert lengri og okkur fannst hún svona vera ekki alveg við hæfi og þess vegna tókum við hana út eða styttum hann helming og þetta er þá sú breyting sem gerð er. Ég ætla að hrósa starfsmönnum sem unnið þessa skýrslu með mér. Mitt hlutverk var minnst og það var aðalega skipulagsfulltrúi Gunnar og Pálmar Guðmundsson, forstöðumaður hjá okkur sem gerði þessa skýrslu og stoltur að þeim. Það gekk vel og tók fljótt af og það sem er áhugavert er að þetta er auðvitað endurnýjun á skýrslu sem við gerum fyrir 2 árum síðan en það var lögð umtalsverð vinna í það og þar undir forystu Böðvars fyrir bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og kom okkur mjög ánægjulega á óvart hversu hún var sönn skýrslan og hversu vel þegar við tókum skýrsluna sem við gerum 2 árum og bárum hana saman við raunveruleikann í dag í húsnæðismálum að þá er ekki að villast að það var spáð rétt og bæði hvað var mannfjölda og íbúaþörf og líka til þeirra breytinga á byggingum sem búist var við. En ég legg til að þessi skýrsla verið samþykkt og vona að menn taki vel undir það. Takk. Já, fyrir liggur að vísa húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar til seinni umræðu. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls varðandi húsnæðisáætlunina? Baldur Guðmundsson var búinn að óska eftir orðinu. Gjörðu svo vel, Baldur.
Já, virðulegi forseti og góði bæjarfulltrúar og gestir. Ég ætla að vera með tómlegindi sko, en ég var svona hálf meir þegar var verið að mæra fyrir samstarfsfélaga fyrir þá vinnu sem að hér var lögð fram sko í húsnæðisáætluninni. En hann Friðjón svara eiginlega sko hverjir unnu þetta var sem sagt starfsfólkið og Friðjón. Og af því að þetta er húsnæðisáætlun, þetta er svona fínu stefnumótandi plagg og það er svona, hefðum við kannski séð fyrir okkur að fleiri sko bæjarfulltrúar hefðu kannski komið að þessari vinnu áður en að þetta var lagt fram. En þá ætla ég ekki að fara að gagnrýna hana efnislega, hún er bara í fínu lagi. Það var margt sem kom á óvart þegar hún var lögð fram fyrst. Það er sem sagt hvað stórt hlutfall hér var af stóru íbúðum, stóru húsnæði, á meðan markaðan var að kalla á annað. Og þetta er svona eitt af því sem að við ættum að taka inn í myndina þegar við förum í aðalskipulag og erum að deiluskipulegja hverfi og annað, að taka mið af þessu þegar við erum að mattsa þetta við húsnæðisáætlun, aðalskipulag, deiluskipulag og síðan hvaða framkvæmdir er farið út í. Þannig að þetta er bara mjög gott en ég hefði alveg séð fyrir mér að það væri kannski fleiri sem hefði komið að verkefninu. Já, Friðjón Einarsson hefur hvað sér hljóðskeið, svo vel Friðjón. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðeins varandi skipan vinnuna við þetta, að þegar við hófum þessa vinnu fyrir 2 árum síðan, þá voru það fulltrúar úr bæjarráði, 2 fulltrúar sem unnu þessa skýrslu ásamt starfsmönnum sem kallað voru til. Mér minnar að við höfum verið, það var Andri og Böðvar og ég sem voru fulltrúar og Andri kom úr húsnæðisstjórninni okkar fasteign og þegar að samkvæmt lögum á að vinna þessa skýrslu einu svona ári og af því að það eru upplýsingar sem lágu fyrir síðast að þá töldu við og ég kynnti það í bæjarráði það sem var samþykkt að ekki þyrfti að skipa einn stóran hóp núna þar sem við vorum fyrst og fremst að færa inn upplýsingar, nýjustu upplýsingar inn í þessa áætlun, ekki var neina breytingu á stefnunni eða öðru nema tölulegar upplýsingar, að ekki væri þörf á því að skipa svipaðan vinnuhóp aftur, en við tölum líka það í bæjarráði að þegar skýrslan gerð næst, að þá myndum við taka aftur til fara sömu leið og síðast, að hafa stærri vinnuhóp sem gerði skýrsluna og en í þetta sinn þá eins og menn sjá þegar menn lesa þess áætlun þá engin stefnubreyting hjá okkur, þetta eru bara nýjar upplýsingar tölulegar, en ég vil þó taka undir það sem Baldur sagði hérna áðan að það kom óvart hversu margir byggingaraðilar voru að byggja stórar íbúðir, samt sem áður voru líka margir að byggja minni og til að mynda nýtt skipulag í Dalskverfi 2 sem verður núna lagt fyrir umhverfisviði fljótlega að þá gert ráð fyrir mun minni íbúðum og við höfum séð það líka inn í Dalskverfi 2 og 3 að íbúðunar að minnka, en það kom okkur líka mjög óvart og þess vegna var sérstaklega rætt í nefndinni að mig minnir og Andri getur leiðrétt það ef það ekki alveg rétt að við vorum svona beina okkur í þá átt að byggðar minni íbúðir í svona undir alveg niður 60 fermetra en síðan voru verktakar hérna sem byggðu íbúðir og þær stækkuðu og það er erfitt að selja þær. En við bara láta ykkur vita síðan eitt annað sem ég ætla að nota tækifærið, ég ætla að skila kveðju frá Guðnýju Birnu sem í sóttkví heima og líður vel og ekki sýkt og
er örugglega að fylgjast með okkur og hérna við bara veifum til hennar. Takk. Eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls? Andri Örn Víðursson, gerð svo vel, velkomin. Pontu. Já, virðulegi forseti og bæjarfulltrúar, ég tek undir það sem að hér hefur verið sagt og kannast við að hafa komið að þessu 2017 eða hvenær, 2016 eða 17 þegar þetta fyrst var gert. Þetta á að endurskoða árlega, samkvæmt lögum. Ég velti bara fyrir mig hvort það væri ekki hægt þessu finnus að það bara farveg undir ykkur ráð og ég legg í rauninni bara, eða stingu upp á, ég ætla ekki að leggja til, ég stingu upp á framtíðanefnd. Þetta er bara svona tilvalin vettvangur líklega því að það skarast á milli umhverfis og skipulags og svo aftur velferðarmála í mínum huga allavega, því mig alveg er ósammála því. Og þá velti ég fyrir mig hvort það geti ekki bara verið fínt að það sé bara raun og ábyrgð framtíðanefndar að passa upp á þessi endurskoð og lagt þá fyrir árlega. Það eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls. Guðbrandur Einarsson hefur gefið með merki. Gerð svo vel, Guðbrandur. Virðulegur forseti, ég hef nú ekki miklu við að bæta en varðandi þessa stefnu, ég vil bara þakka fyrir það orðalagsbreytingar sem gerðar hafa verið, sem mér finnst vera til bóta. Ég vil líka staðfesta það sem að bæjarfulltrúi Friðjón hefur nefnt hér, að umræðan í bæjarráðinu var á þann hátt að hér væri bara eingöngu uppfærslu á tölum að ræða. Það væri engin stefnubreyting sem að menn ætluðu sér að fara í þessari húsnæðisáætlun en að leggja áfram áherslu á þörfina fyrir minni íbúðir sem að kom svo sannarlega í ljós í fyrri áætluninni að vantaði hér á markaðinn. Og ég er líka bara, jafnframt bara kátur yfir því að við erum að sjá byggingafyrirtækin bregðast við. Bygg er að skoða og hefur lagt fram hugmyndir minni íbúðir upp í Hlíðahverfi sem að geta orðið, ég held í allt niður í 40 fermetrar. Þannig að það er verið að bregðast við þessu og eins erum við að vinna deiliskipulag á nýjasta svæðinu, Dalshverfi svæðinu sem að gætu þá vista svona íbúðir eins og við erum að nefna þarna. Hvar þetta á nákvæmlega heima veit ég ekkert akkurat núna. Þessi tillaga er góðragjaldaverð frá bæjarfulltrúa andra, en við getum svo sem bara skoða það á milli umræðna og leggja þá til á næsta bæjarstjórnarfundi þegar þetta verður tekið á dagskrá hvar við viljum vista vinnu við endurskoðun á þessari húsnæðisáætlun. Hvort það verður hjá umhverfisráðinu, framtíðarnefndinni eða lýðheilsuráðinu eða hvar við viljum staðsetja þetta. En við getum þá verið búin að sannmælast það fyrir næsta fund. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls varðandi húsnæðis áætlun Reykjanesbæjar sem hér er til fyrri umræðu. Díana Hilmarsdóttir hefur kvað sér hljóðs. Velkomin í pontu, Díana. Forseti, það hefur verið mjög hröð húsnæðisuppbygging hér á undanförnum árum og sér ekki fyrir endan á henni þar sem fólksfjölgun hér á svæðinu er fordæmalaus. Hlutfall leiguhúsnæðis er hátt hér í samanburði við önnur sveitarfélög. Fasteignir Reykjanesbæjar sjáum þar íbúðir sem eru á vegum bæjarins og í dag eru þær 239 talsins. Þar af eru 64 íbúðir fyrir aldraða. Brynjahúsið á og rekur 13 íbúðir sem eru ætlaðar fyrir fatlaða einstaklinga og þá sem að þarfnast sólarhringsumönnunar.
Það er eitt sambýli með 3 íbúðum í sólarhringsumönnun sem er í eigu fasteigna Reykjanesbæjar. Þar eru búsettir 2 íbúðar í dag og í upphafi árs voru umsóknir í félagslegt húsnæði 132, þar af 66 umsóknir í húsnæði fyrir aldraða og 15 einstaklingar eru á biðlista eftir sértæku húsnæðisúrræði. Og stærstur hluti þeirra sem eru á biðlista hjá okkur eru í félagslegu húsnæði, eru einstaklingar og það er mikil þörf á minni íbúðum, stúdíuíbúðum og 2 herbergja íbúðum og hlutfall íbúða fyrir fatlaða er lágt í sveitarfélaginu og það er mikilvægt að stutt verði sérstaklega við að byggja íbúðu fyrir fatlaða einstaklinga sem að þarfnast sólarhringsumönnunar. Við erum að horfa á áframhaldandi fólksfjölgun hér á svæðinu samkvæmt mannfjöldaspá og samsetning þeirra íbúða sem er líklegt að flytjast í sveitarfélag á næstu árum eru einstaklingar og fjölskyldufólk á aldrinum 20-50 ára sem að kallar á ákveðna innviðu uppbyggingu og meðalaldur okkar fyrir einni hækkandi þannig að hlutfall 65 ára eldri fyrir líka hækkandi og það er náttúrulega á döfinni bygging 60 rýma hjúkrunarheimilis þar sem verða 39 rými sem að búsetúrræði fyrir fatlaða þar sem er gert ráð fyrir 6 eða 8 íbúðum að mig minnir þannig að við erum á réttir leið. Mér langar aðeins líka að koma inn á stöðuna sem er efst að bauja okkur allra í samfélaginu í dag, eða COVID-19, og einnig þakka stjórnendum og starfsmönnum bæjarins fyrir sína ómetanlegu vinnu undanfarið í þessu fordæmalausa ástandi sem er í dag. Þetta krefst mikillar útsjónarsemi, lausnamiðunar, vinnulagsbreytinga og fjölbreytileika, dag frá degi og stundum hreinlega klukkutíma til klukkutíma. Það eru erfiðir tíma fyrir ofsalega marga og þá kannski sérstaklega yngri kynslóðana sem á erfiðara með að skilja aðstæðurnar. Skólahaldi breytt, íþróttir og tómstundir falla niður og svo má lengi telja. Rútínan er að raskast hjá ótrúlega mörgum núna tímabundið sem hefur óneitanlega misjöfn áhrif á okkur. Og að mínu mati eins og okkur allar hérna inni er mikilvægast að vernda okkar viðkvæmustu hópa og við getum öll lagt okkar að mörkum í ýmsum hætti, takmarka mannamót eins og undir, sleppa ræktinni, fara frekar í göngutúra og gera heimaæfingar, halda 2 metra fjarlægð eins og við erum að gera hér, fara sjaldnar út í búð, þvo okkur oft á dagum hendurnar með sápu, nota einnota hanska, spritt og svo framvegis. Og það er ekkert annað í stöðinu heldur en að halda í ákvæðina, taka eitt dag í einu, gera það í æðruleysi, standa saman, vegna þess að saman erum við sterkari. Og svo náttúrulega þurfum við að muna það að á þessum tímum sem við megum ekki koma við hvort annað og knúsast, að þá bara brosa. Og fyrir mig sem er svona knúsvíkill, þá bara tel ég dagana niður þannig að ég get bara farið að knúsa og kissa fólk. Takk. Já, húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar, eru fleiri bæjarfulltrúar sem vilja taka til máls. Ef svo er ekki, þá ætla ég að fá að bera upp þá tillögu að henni verið vísað til annar umræðu. Húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar, þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt við selja skefið merki. Og það er samþykkt 11.0. Hún myndi vera vísað til annarar umræðu á næsta bæjarstjórnarfundi sem að myndi vera 7. apríl. Takk fyrir. Hlakka til að samþykkja hana þá. Nú þá er dagskráin tæmd ágætu bæjarfulltrúar og geri ég nú hlé á fundi til þess að hægt sé að ganga frá fundargerð.
584. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar haldinn í Merkinesi, Hljómahöll, 17. mars 2020 kl. 17. Viðstaddir Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Baldur Þór Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson, Gunnar Þóransson, Jóhann Friðrik Friðriksson, Margrét Þóransdóttir, Styrmi Gauti Fjellsteð, Andri Örn Víðursson, Eydís Hentse Pétursdóttir, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri og í forseti var Jóhann Friðrik Friðriksson. Fyrsta málur fundargerð bæjarráðs frá 5. og 12. mars 2020. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Baldur Þór Guðmundsson og Friðjón Einarsson. Bæjarstjóri tók síðan til máls og fór yfir þau atriði sem Reykjanesbær, Heilbrigðisstofnun Suðurnesja, Brunavarnir Suðurnesja og lögreglan á Suðurnesjum hafa gripið til vegna COVID-19 veirunar. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Jóhann Friðrik Friðriksson og Guðbrandur Einarsson. Og fundargerðina samþykktar 11.0. Annar mál fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 7. mars. Forseti gaf orðið laust eftirfarandi liði fundargerðarinnar frá 7. mars til sérstakra samþykktar. Þriðji liður fundargerðarinnar, Heiðaból 27, niðurstaða greindarkynningar sem var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. Fimmti liður fundargerðarinnar, Flugvellir 14, niðurstaða greindarkynningar var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. Sjötti liður fundargerðarinnar, Reykjanesvegur 54, niðurstaða greindarkynningar var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. 11. liður fundargerðarinnar, Hólamið 26 fyrirspurn var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. 12. liður fundargerðarinnar, Einidalur 5 fyrirspurn stækkun á byggingareit var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. 13. liður fundargerðarinnar, Hafnarbakki 10 fyrirspurn var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu. 14. liður fundargerðarinnar, Hólmbergsbraut 9 fyrirspurn var samþykkt með 11 atkvæðum án umræðu og fundargerðin samþykkt að öðru leyti 11.0. Þriðja mál fundargerð menningar og atvinnuráðs frá 4. mars 2020. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Friðjón Einarsson, Baldur Þór Guðmundsson, Gunnar Þóransson og Guðbrandur Einarsson. Fundargerðin samþykkt 11.0 og Guðbrandur Einarsson lýsti sig vanhæfan undir lið 18. Og fjórða mál fundargerð fræðsluráðs frá 7. mars 2020. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og til máls tók Andri Örn Víðursson og fundargerðin samþykkt 11.0. 5. mál fundargerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 10. mars 2020. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Friðjón Einarsson, Guðbrandur Einarsson og Margrét Þóransdóttir. Fundargerðin samþykkt 11.0 og Guðbrandur Einarsson lýsti sig vanhæfan undir lið 3A. 7. mál fundargerð lýðheilsuráðs frá 11. mars 2020. Forseti gaf orðið laust fundargerðina. Til máls tóku Anna Sigurður Jóhannesdóttir, Jóhann Friðrik Friðriksson og fundargerðin samþykkt 11.0. Fundargerð velferðarráðs frá 11. mars. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og hún var samþykkt 11.0 án umræðu. 8. máli fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 12. mars. Forseti gaf orðið laust fundargerðina og hún var samþykkt 11.0 án umræðu. Og 9. máli húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar fyrir umræða. Friðjón Einarsson tók til máls og fylgdi húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar úr hlaði og forseti gaf orðið laust. Til máls tóku Baldur Þór Guðmundsson, Friðjón Einarsson, Andri Örn Víðursson, Guðbrandur Einarsson og Díana Hilmarsdóttir. Húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar vísað til síðari umræðu 7. apríl næstkomandi og samþykkt 11.0. Ágætu bæjarfulltrúar og bæjarbúar, þá liggur fyrir fundargerð fundarins og þeir bæjarfulltrúar sem geta samþykkt hana vinsamlega skifa merki. Fundargerðin er samþykkt 11.0. Að lokum vil ég segja þetta. Ég hveti okkur öll til dáða á næstunni. Ég er sannfærður það að við þurfum að hugsa til heilbrigðisstarfsmanna okkar og starfsmanna í skólum á þessum tímapunkti. Eigið gott kvöld.